Jæja, við komum að þessu. Við ætlum að horfa hérna fylgjast með leik SFH á móti Fjölni. Já, við búumst við frekar góðum leik. Fjölnir er hérna að berjast að komast í playoffs á þessu tímabili. Já, ef þeir vinna seinustu 5 leikina sem eiga eftir þá eru þeir komnir þangað. Þannig að þeir eiga eftir að berjast hart hérna í dag fyrir þessu sigri. Sömuleiðis Hafnarfjörður ætlar að reyna að loka þessu tímabili með stæl. En já, bæði liðin komin inn á. Aðaldómari í dag verður Sindri og á bekknum hjá Fjölni er það Gunnar Guðmundsson og síðan er það Gauti Þórmundsson hjá SFH. Ég býst bara við frekar góðum leik hérna í kvöld. Og ég býð bara spenntur. Hérna er það, já, bara sentrarnir 2, Björn Róbert, númer 21 og Viggo Hlinsson, númer 21, sömuleiðis. Þeir taka hérna droppið og það er Björn sem vinnur þetta yfir á, niður hérna á. En það er sterkur leikur þarna hjá Kristjáni sem vinnur hann í gegn og setur hann bara strax á markið. Högnum kasta sig hann hérna út. Það er æsing. Sterkur þarna Kristján að ná að stela þessum pökk. Hérna er það Viggo sem reynir að vinna þetta en Hafnfirðingar koma hérna sterkir í gegn. Kristján vissulega nær að ná hann baka hérna á bláu línunni. Hann spila hérna í hlutlandsvæðinu og Hafnfirðingar koma honum hérna út og það er Björn sem komin á ferðina og reynir að setja hann á markið en kemst ekki alveg þangað. Emil Arngard komin á ferðina, finnur sendinguna hérna Jón Martin sem settir á Gleridon og þeir skora! 38 sekundur búnar að þessu leik þegar Leridon klárar þetta, setur hann inn. Emil finnur hann að prýðiskoða sendingu á Martin. Svo galopin með Leridon við hliðina á sér. Þá er það Hafnfirðingarnir sem vinna þetta en dömpar hann strax hérna á Robba og Martin tekur líka mann og stoppar alla séns að Hafnfirðingar ná einhverju skyndisókn út úr þessu. Martin færa hann tilbaka og setur hann bara djúpt hérna. Þetta er Pétur sem ætlar að taka mótunum. Byrjar að uppspila og finnur góða sendingu hérna. Allar henni upp fyrir Steinar en Robin nær fyrstur í pökkinn. Hilmir að taka þig lónulega og Leridon aftur komið með hann. Byrjar hérna uppferð sína í gegnum miðjuna, kemst í gegnum fyrstu 2, 3, nei, missar hann. Pökkurinn hérna niður í horninu, sendur hann upp á Hróar. Tekur sér lítið móð og setur hann bara á markið. Viktor Jan tekur á mótun og setur hann aftur niður. Benni hérna, hugsa sem hvaða sendingar hann vill fá og finnur einhverja en endar á Kristjáni Hróar. Viktor Jan, setur hann djúpt. Hektor eldur á eftir, tekur líkamann, gerir kleift að Viktor getur sett hann á markið en þar er enginn. Það eru Hafnfirðingarnir sem ætla að byrja hérna. Nei, Gabriel rétt missir hann fram í sér. Hendur hann vinna yfir á Benna. Benni nær hann ekki alveg. Þá er það Sölvi hérna sem reynir að vinna hann út og nær hann til Hektor. Hektor hann er fyrir sendingar fyrir framan markið en sendingi kemur ekki. Viktor heldur minni og Gabriel tekur á mótunum.
hérna upp og Kristján setur hann bara niður. Viktor Jan tekur feikið, finnur hann á Andri með góða sendinguna inn á miðjuna á Emil, en Emil rétt missir á honum, Emil pressur strax í sér, en þá Viggo, finnur hann inn á Andri, tekur bara tótdragi, en það er blokkað út. Heiðar hérna í pressunni, en Emil nær að vinna hann, eða hvað setur hann aftur á, hann er í Heiðar, kemur hann í gegn, Kristján í pressunni hann, Steinar, reyna að finna hann inn miðjuna, aftur er það Emil sem nær pökknum, nær að koma hérna upp á Viktor á battanum. Svo reynir að finna Viggo, en léleg sending frá Viktori og Heiðar nær honum aftur inn. Reynir að finna hann niðurna, en flott blokk hérna hjá Andra. Hann kemur pökknum bara yfir. Hilmar tekur á mótunum og kemur hann upp. Viggo aðeins og sitt til að ná þessum og þetta fer í æsing. Þá fáum við droppið hérna niður í varnarsvæði félagsmanna. Viggo ófljótur á því. Og það eru Hafnfirðingar sem vinna síðan og flott blokk frá Viktori. Erni og Kotti setur hann hérna djúpt og Viktor sem tekur á mótunum. Kemur hérna, reynir að fá hann yfir Kottasegg, aftur komið með hann, setur hann hérna upp. Reynir að finna tilbaka, gerir það ekki, Ómar fær hann þetta blálinu, kemur skotið en Viktor Örn stoppar hann bara með kinnuna eins og þetta sé sending. Andri nær pökknum hérna, tekur í rólega. Þeir leiða, hann er bara að reyna að eyða tímanum aðeins niður en það nóg eftir. Tekur góða skiptingu. Jón hérna finnur sendinguna á Martin með löngu sendinguna næstu í alla leið upp á Don, en Kristján nær að stoppa það í miðjunni. Kemst ekki framhjá þeim, Martin stelur góðri sendingu þarna, bara rétt á bláu. Heppinn að fá ekki offside þarna. Gabriel hérna. Reynir að finna eitthvað, en Hilmar er fyrir. Martin sendur hann á Don, aftur upp á Martin. Tekur skotið og fer framhjá. Er Jón með þetta? Já, hann nær að stoppa hann þarna. Setur hann bara á markið. Og Gullur fristir pökkinn. Það er Martin sem að fær pökkinn úr þessu face-offi. Pökknum rimmaði hérna niður á Hilmar rétt missir hann þarna. Þorvallur kemur hann hérna yfir á léleg sending hérna tilbaka frá Henrik. Jón reynir að finna hann á Hilmar en chippar hann bara eitthvað út. Hilmar vissulega vinnur hann tilbaka. Vel gert hjá honum. Styrmir hann í honum. Martin missir pökkinn og Styrmir vinnur hann. Það ætlar að byrja uppleið sína og það er dómur á Fjölnismenn sem að dæmdur núna og það er ekki Leridon sem fær 2 mínútur fyrir hooking. Vel séð þarna hjá Sindra. Viktor endar hérna með pökkinn úr face-offinu og chippar hann bara út. Eru í penalty-kill og þetta má. Hector ætlar að pressa hérna hart á eftir en það skilur hann eftir djúpt fyrir þetta en Viktor Jan tökur frábært move og reynir að finna sendingur en Sölva á næstu vel hefnað en Sölvi er með hann hérna niður í varnarsvæði Hafnarfirðinga og akkurat núna lítur það út fyrir að nei Alex Kottasegg er komin að fara hérna í miðjunni, kemur hann hérna upp.
reynir að koma eitthvað framjá en tekur við bara rólega, hann veit að hann er á powerplay, finnur hérna góða sendingu upp á Björn og Björn með skotið og það er blokkað að Hektori sem nær að koma pucknum út. Alex stillir hún hérna upp fyrir aftan markið og ætlar að byrja uppspilið með því að fara út af en það er Heiðar sem að ætlar að koma pucknum alla leið inn. Pucknum sent hérna niður. Setur hann aftur upp. Inn á Einar. Einar setur hann djúpt. Finnur Styrmir en Styrmir hvað inn í klandi. Heiðar nær komum aftur niður á Einar og upp á Styrmir. En þá er það Viggo sem vinnur hann hérna og Emil komið með break á hérna. Og tekur hann bara og setur hann í fæfúli. Emil Allegard skorar annað mark Fjölnis hér í kvöld. 2-0 er staðan. Og það eru Fjölnismenn sem að vinna hérna face-offið. Robby setur hann bara alla leið yfir. Þeir eru ennþá í PK. Þetta var short-handed mark hann hjá Emil. Gabriel setur hann hérna aftur yfir og puckurinn kemur hérna upp og hann setur hann tilbaka. Það er Hilmar sem að nær honum en Jón sendir hann á Jón og Jón ekki nógu með langa kilvu þarna. En Jón er ennþá með hann. Komur í 5-5 spil. Ætlar að fara alla leið, setur hann á markið og tekur hann síðan tilbaka eftir það. Fyrir hann upp á Martin. Martin setur hann á markið og Jón reynir að tippa hann inn en stoppa puckinn aðeins svo snemma. Gabriel fyrir pressuna, setur hann upp á Gunnlaug. Gunnlaug reynir að finna eitthvað áfram, Martin vinnur hann. Gunnlaug reynir að finna hann hérna upp á Gabriel. Nærði því ekki alveg og Robby kemur hann yfir á Jón. Jón aftur niður á Robby, tekur hann bara upp í miðjuna, sendur hann á Hilmar. Hilmar er komin hérna inn í miðjuna, er á leiðinni. Hvað er hann inn? Inn á leiðri Don. Don hérna, tekur drókutæki og stöngin út. Þetta var hefn. Aftur, stór séns hjá Hilmari, Hróar er komin hérna. Hann ætlar að leika sér og hann ætlar að hafa gaman að því. Fyrir hérna reynir að finna sendingur á Hilmar, Hilmar er ekki með hann en skoppar upp til Martin sem tekur skotið og Gunnlaugur Þórótsson nær að verja þennan. Hróar hérna vinnur face-offið og Hektor vinnur face-offið og vinnur hann á Hróar en puckinn endar hérna utan svæðis og Hróar er að leita einhverju plássi til að senda puckinn í. Kemur hann alla leiðin fyrir baku markið í sínu svæði. Fyrir hann á Viktor. Viktor reynir að finna hann upp á Sölva en sendingin ekki alveg nógu góð. Puckinn chippa hérna næstu út af. Viktor hérna fer fyrst í pressuna en Benni hérna ekki að ná þessum sendingum og náður að halda honum inni. Nei, puckinn komið út og Björn er á leiðinni en Heiðar nær ekki kilunum pucknum og Andri anda með hann. Viktor tekur eitt snúning, reynir að finna hérna upp á Gumma. Gummi ekki nógu nálægt til að ná þessu en Viktor er sterkur hann á tekur hann en handpass dæmt á Viktor Örn. Ekki alveg viss hvort það hafi verið handpass eða ekki en Sindri segir svo.
Og svo verður bæði mörk leiksins komu á, nei, ekki bæði komu á powerplay eða hvað? Nei. Fyrsta markið kom ekki á powerplay, en annað mark leiksins kom á powerplay, vissulega ekki powerplay megin, heldur var það PK megin, en aftur að hafna fyrir í powerplay og ná hérna góðu spili, komunum á Alex sem var hérna fyrir fram markið en hann ekki skotin á markið. En þá reyna þær að koma honum aftur hérna upp. Pétur byrjar þetta fyrir okkur. Kemur upp hérna alla leiðina og reynir að koma honum áfram en Robby nær að stoppa og Robby með hann. Tekur bara sinn tíma, finnur Jón, setur hann aftur á Robba. Bara mjög góð tími og finnur hérna góða sendingu. Viggo nær honum eða hvað? Nei, Emil reynir að koma honum hérna eitthvað áfram en það gengur ekkert hjá honum. Einar hérna, kominn inn, setur hann hérna niður og Björn ætlar að reyna á honum. Robby sterkur á líkamannum, Styrmir með hann, setur hann á markið, Nikita með hann og Robby setur hann hérna út. 50 sekúndur eftir á powerplayinu á þeim. Gabriel setur hann hérna á Heiðar. Heiðar ætlar að fara í nokkra hringi, hann ætlar að taka þetta á rúndinum en endar að segja hann á að fara bara sjálfur. Kemur alla leiðin hérna inn, finnur sendinguna á Styrmir, Styrmir setur hann á markið en Nikita verið þetta og Martin komið með hann. Chipar hann bara hérna alla leiðin yfir og Hróar á eftir honum og Hróar ætlar að vera fyrstur. Gerir það, fyrir hann hérna á markið. Ekki viss hvort að þetta hafi verið gott. Viktor Jan er með hann hérna á skotið og Nikita verið þetta. Aftur reynd að skjóta og nú það Benni hérna sem skýtur honum yfir. Heppinn þarna Viktor Örn að tíminn var ekki 1 sekúnda eftir á honum, hann fær að byrja spilið inn á. En það eru Fjölnir sem vinna face-offið hérna. Þó að Einar fá hann hérna og setur hann á Axel. Alex setur hann hérna upp og Benni tekur á móti, Benni setur hann aftur niður. Það Andri nær ekki alveg að koma honum út. Það vissulega puckinn tilbaka. Það býður eftir einhverjum opnum sendingum. Fer bara sjálfur og setur hann djúpt. Það hafnfinningarnir komið með hann ef að Sölvi getur gert eitthvað í því. Eða Freyr hérna. Steinar nær að koma hérna aftur á bak. Upp á Gabriel. Fer hann áfram. Gabriel, Nei, Ómar segi ég. Robby. Á Andri. Þannig sendingun hérna á Emil, ekki alveg tilbúinn til að ná þessari, en fær hann sér tilbaka og er komin hérna gegn. Það er hann ekki alveg. Kristján Albert hérna. Setur hann bara framhjá. Það var inni hérna en Viggo skopar að killu og er fyrir ofan. Emil hérna. Hérna vinna hann eitthvað upp. Skopar hérna frá og Viggo heppinn að Einar eða var þetta ekki sem að datt hann að gæti ekki náða honum. Kristján setur hann upp á Robby að reyna að koma hérna niður og það er Viggo sem heldur honum inni og ennþá halda þeir pucknum inni. Emil. Það puckinn setur hann hérna niður og á bara Hafnarfjörður. Kristján hérna reynir að spila honum eitthvað upp og á Gunnlaug en þarna er Heiðar. Nei, ekki Heiðar er þetta. Ég sé bara ekkert hver þetta er. Þarna Emil með flott move. Kemur hann hérna áfram, reynir að koma með Martin. Ekki alveg með þetta. Gunnlaugur, fristir puckinn.
Hafnarfjörður sem að vinnur face-offið og það er Einar hérna. Setur hann niður á Ómar. Kemur upp á Heiðar. Kemur hann áfram upp á Styrmir. Kemur hann áfram upp á Björn. En Björn snýr sig og lokum við, finnur hann á Ómar en Ómar rétt missir á honum og Leirdón er komin í pressuna. Kemur hann hérna niður. Heiðar setur hann ennþá lengra, Björn aftur upp á Ómar tekur skotið og Nikita meðan setur hann framhjá hann. Styrmir er þarna á bak við markið með pökkinn en Hróar nær að vinna þetta af honum. Hilmar kemur hérna inn og reynir að finna hann í miðjuna en enginn þarna ætlar að taka á móti pökknum og Viktor Örn sem á að vera einn að stoppa Styrmir en nær því og Alex Skotasek kemst í gegn. Hróar flottur hann að næra vinna hann eða hvað, nei. Gerir það á Leirdón og Kotti ætlar að halda hann aðeins lengur. Það var Hilmar komin inn í gegn og setur hann bara alla leið niður á Sölva. Les þetta rosalega vel og Sölvi setur hann aftur djúpt. Gabriel nær ekki alveg að taka á móti þessum og Benni ekki heldur. Kastar hann meina áfram upp á Pétur sem með pressu í sér en kemur samt sendingunni hérna upp og efni þarna að missa af þessu. Steinar þyrfti að fá sér lengri kilvu ef hann ætlar að ná þessari sendingu. Það eru Fjölnismenn sem að vinna hérna á face-offið. Viktor setur bara á markið, Gunnlaugur er með hann. Freyr ætlar að reyna að vinna hann eitthvað hérna en Hektor enda með hann, setur hann á Viktor. Skýtur hann bara beint á kilvu. Benedikt hérna. Sendingi kemur upp á Kotta en hann nær honum ekki og Andri enda með hann. Viktor finnur hann, Freyr ekki alveg nógu vakandi til að taka á móti þessum og fáum æsing. Andri fær bökkinn úr þessu face-offi en það skiptir engu máli því að Hafnfirðingar eru komnir með hann hérna á markið en Andri nær að vinna hann tilbaka og kemur hann hérna í gegn. Einar sterkur í vörninni, kemur hann frá Kristján er komin inn í gegn og Kristján úr Hafnarfirði fær bökkinn hérna og kemur hann út. Nikita vel gripið þarna hjá honum. Robby spilur honum upp á Viggo spilur honum áfram. Kemur hann hérna á Emil kemur hann framan og Viggo setur hann inn. Þetta var Viggo og Emil að gera ykkur að töfra þarna. Það var svakalegt mark. Staðan komin í 3-0 fyrir Fjölni. Viggo vinnur hérna face-offið, kemur hann á Robby upp hérna á Kristján og Emil er strax komin aftur í gegn. Finnur hann hérna á Viggo setur aftur inn. Aftur er það Viggo og Emil sem að setja hérna í mark saman. Staðan komin í 4-0. Fjölnir ætla að taka þennan leik með stæl. Allt stefnir í það. Það er Drew sem að vinnur þetta face-off. Hróar hérna með hann, finnur sendinguna upp á Gunnsteinn. Gunnsteinn setur hann bara aðeins niður. Það reyndar hérna á Þorvaldi. Setur hann hérna upp. Kotasek, kemur hann á Pétur. Setur hann hérna inn.
upp á Þorvaldur með skotið og Nikita verið þetta Það eru Hafnfirðingarnir sem vinna þennan puck. Pucknum kastar hérna alla leiðinu upp en Hilmar nær honum á battanum, kemur hérna í gegn á Don á Martin inn á Hilmar nær ekki að taka mót honum en reynir að koma hérna áfram í spil. Einar vinnur hann á honum. Don kemur hérna niður inn og ekki náði þessu og Pétur kominn inn á ferðina og Nikita ætlar að fara á móti og Nikita nær honum hérna út á Andri kemur strax aftur tilbaka og setur hann á Gunnlaug en Gunnlaugur með hann. Markið orðið laust þarna. Hilmar. Já, markið laust, þá þarf að flauta. Óheppnir þarna félagsmenn, þeir voru í góðri sókn. En ég held að ég get ekki kvartað mikið, eru 4 mörkum yfir. Og það eru Hafnfirðingarnir sem að vinna þennan puck en Hróar setja hann bara djúpt. Kemur hann alla leiðin hérna niður og Sölvi ætlar að fara á móti. Benni dettur hann í einhverju krafsi og Freyr kemur hann dýpra. Gunnlaugur reynir að koma hann hérna eitthvað út en Sölvi tekur á mótunum. Hróar spilir bara aðeins niður, finnur hérna Viktor Jan. Viktor finnur Freyr, svo finnur hann tilbaka, svo finnur hann aftur Freyr, setur hann Hektor. Hektor reynir að koma hérna í gegn en það kemur ekki. Handpass. Það stillir upp í miðunni. Ég er ekki viss á þessu reglu, ég held að Viktor Örn hafi farið í boxið áðan fyrir handpass en hvort það sé eitthvað dómaramat, hvort það sé, já, dómur eða bara sett upp á næsta fyrst og við veit ég ekki. Robby setur hann hérna upp og við erum komin hérna í sóknu og það er Kristján nær ekki alveg að koma þessum puck aftur í spil fyrir sig en aftur eru komin á ferðina. Emil setur hann á Kristján reynir að koma framhjá en Gunnlaugur verið þetta. Emil reynir að gera eitthvað flott move hérna en Heiðar sér í gegnum það. Styrmir komin hérna einn á móti Nikita, tekur bara skotið og Nikita nær að kasta pucknum hann framhjá. Það er Björn reynir að komast eitthvað í gegnum Kristján aftan frá, nær að taka puckinn á honum. Viggo setur hann hérna, reynir að finna eitthvað háa sendingu yfir á Emil en hún fór aðeins of hátt. Emil finnur Viktor. Finnur Andra. Chippar hann hérna upp og reynir að finna Grú eða eitthvað. Það gerist ekki og Gunnsteinn nær að koma hérna inn. Ómar. Kemur eftir en tíminn er búinn. 4-0 fyrir Fjölni eftir þennan fyrsta leikhluta. Já, bara svolítið afgerandi sigur á leikhluta hjá Fjölni. Tökum okkur smá pásu.
Já, þá verður þetta alltaf að byrja aftur hérna. Leikur Fjölnis á móti Hafnarfirði. Staðan er 4-0 fyrir Fjölni. Og Emil Allengard kom með 3 stig, hann er búinn að vera á eldi í þessum leik. En það er Hafnarfirði sem vinnur hérna face-offið og Gabriel ætlar að byrja okkur hérna. Setur hann Heiðar með eitthvað blinda settingu og finnur ekki neitt, en Björn kemur hann hérna niður. Viktor sem tekur á móti og kemur hann upp á Emil Allengard. Kominn hérna í gegn og fer bara sjálfur. Hann er búinn til eitthvað plás, finnur hann á Kristján, kemur hérna inn og Emil! Var þetta Emil eða var þetta Kristján? Þar myndi ég halda Kristján, en Emil var nokkur nálægt því, en það er Fjölnir að setja upp í 5-0 hérna. Skoruðu snemma í fyrstu byrjunarhlutanum og fyrr í þessari. Hafnarfjörður vinnur face-offið aftur og það er Benni hérna sem byrjar okkur þessa skiptið. Alex nær að snerta þennan pökka áður en hann fer í æsing og Robby kemur hann hérna upp á Martin. Martin kemur hann áfram á Leridon. Setur hann hérna, kemur skotið frá Martin, en Gunnlaugur er með hann. Hilmar reynir að koma hann hérna niður, en það er ekki náð. Steinar hérna reynir að finna hann á Alex, en það gengur ekki. Svolítið hægt eitthvað að spila hérna. Við þurfum að spýta í lófana bæði liðin, en það er Jón sem hann ætlar að gera það. Kemur hann hérna framhjá og enn er enginn að fylgjast með. Allir fóru bara að sofa eftir þessa seinustu byrjandi og ætla bara að leggja sig í hliðinu. Núna komum við vonandi aftur á stað. Martin hérna reynir að koma inn, en Freyr nær honum hérna, reynir að koma inn á Hector, en setur hann bara í skautan á einhverjum. Hróar kemur hérna upp á Frey, en fer fram í honum og á Sölva. Hector ætlar að vera fyrstur. Gabriel nær pökkum á honum. Ómar hann komin hérna áfram. Sölvi, nei, Gabriel aftur með hann. Setur hann niður hérna og kasta hérna alla leiði upp. Freyr hérna flottur reynir að vinna hann tilbaka, en Ómar er komin hérna og setur hann á Andri reynir að koma hérna í gegn, en pökkunum fer ekki með. Hector kastaði hérna niður, og pökkunum sömuleiðis. Viktor Jan setur hann hérna niður. Hróar sem setur hann bara alla leiðir og reynir að finna Drú. Gunnlaugur finnur pökkinn fyrst. Styrmir ná ferðinni. Hann er komin inn á markið, en það kemur ekki. Einar setur hann niður, en Drú tekur á mótunum hérna. Reynir að koma yfir, Styrmir stelur honum hérna á milli. Viktor Jan stoppar þetta þarna. Heiðar kemur hérna inn á og Viktor reynir bara að fókusa á Styrmi hérna. Hefur ekki tíma til að fylgjast með pökknum. En það er smá klandur hérna hjá Fjölnismönnum að koma honum út, en Viktor Jan er komin á ferðina og setur hann hérna upp á Gunnstein. Gunnstein setur hann bara djúpt. Það er komið skiptingar. Viggo hérna með hann. Finnur hann hérna á Viktor. Kemur hann áfram á Andra. Setur hann hérna inn á miðina og það er Emil sem tekur á mótunum. Reynir að halda hann áfram. Emil missir af þessu. Viktor reynir að koma honum hérna á Andri meðan hann setur hann upp. Finnur hann á Kristján setur hann ennþá lengra. Gunnlaugur. Nei, Emil ekki alveg að ná honum. Kemur hann upp á Viktor niður á Viggo. Á Kristján með skotið og Gunnlaugur verður þetta.
Emil kemur hún hérna upp á Viktor, aftur niður á Emil, Emil inn á miðjuna á Viggo, Viggo með skoti og fer fram hjá Andri. Kemur hún á Emil, Emil kemur hún hérna aðeins í gegn, kemur hún aftur á Andra, upp á Viktor, Viktor setur hún bara í gegn og Gunnlaugur aftur með hann. Gunnlaugur búinn að vera sterkur núna í þessari skiptingu. Viggo kemur hún hérna á Emil, mjög vel gert, flott múf og þessi pökkur skoppar hérna eitthvað, ætti að fara á Andra, endar á Andra en fyrir legghliðarnar hans og Viggo hættulegur leikur hann rétt svo missir hann ekki til Alex Skotasek. Emil vinnur pökkinn enn og aftur. Hann finnur eitthvað sendingu, finnur hann á Drew. Drew setur hann hérna upp á Andra, Andri yfir á Viktor, Viktor með skotið og Gunnlaugur aftur með hann. Pökkinn chippa hérna alla leiðina út. Það Alex Skotasek og Andri sem ætla að elta en það Andri sem verður fyrstur og icing kallað. Pökkurinn endar hérna hjá Pétri og Pétri ætlar bara að chippa honum hérna upp. Það Jón sem endar með hann og setur hann á Martin. Martin tekur eitt snú og kemur hann síðan hérna áfram. Kemur hann fram hjá þriðja manninum, fjórða manninum og á markið. Gunnlaugur endar með að taka hann. Don hérna. Pökkurinn undir Gunnlaugi. Gunnlaugur ætlar að taka tíma. Laga Gallasinn. Fjölnir vinna face-offið, Robby hérna setur hann niður á Martin, Martin með sendingur fyrir og Hilmar nær ekki skotinu. En þá það Hafnarfjörður komin hérna leigjuferðina, Andri komin hérna gegn og Robby með góður með líkamann en dettur í kjölfarið. Don komið framhjá, 2-1, finnur hann hérna á Martin, Martin setur hann inn bara beint í magan á Gunnlaugi. Gabriel og Robby setur hann inn, Björn finnur hann hérna á Heiðar og Jón Albert flottur að ná þessum pökk strax bara út. Heiðar ekki hættur, finnur Styrmir með skotið og Robby blokkar það. Freyr núna kominn á ferðina, reynir að koma hérna inn en Pökkurinn fer ekki. Finnur hann á Hróar, finnur hann á Freyr missir á honum en nær að stoppa þetta heppilega, hefði getað endið illa annars. Björn setur hann hérna inn í miðjuna beint á Viktor Jan sem að droppar hann fyrir Hector setur hann á markið en hann endar í klóðuna hérna á Þorkalli. Hróar kasta hérna upp og það Hróar sem þykir á móti. Gunni setur hann bara yfir.
Hérna eru það Hafnfirðingarnir sem að vinna þetta en Drew er fljótur að svara. Kemur hérna niður og á ferðina er Gabriel kominn. Kemur honum á Kotta en skotið er yfir. Einar hérna á Pétur. Reynir að kasta honum á markið á bakundinni en skotið ekki neitt til fræðar. Ómar með flott greip á böknum og sendir hann á sig sjálfan hana. Og flott sending upp á Gunnstein. Gunnstein setur hann bara á markið og Gunnlaugur grípur hann. Viktor setur hann hérna niður á Emil. Eftir upp á Viktor. Yfir á Andra. Reynir að koma hérna niður og rimma honum alla leiðina yfir á Emil. Emil reynir að vinna puckinn úr krafsinu. Nær því einhvern veginn. Ótrúlegan hátt. Viktor skýtur bara. Puckinn endar yfir. Emil hérna. Reynir að finna hann einhvert en það kemur ekki og Viggo endar hann finnur hérna góða sendingu upp á Andra. Andri setur hann á Viktor. Viktor með skotið og endar hérna framhjá Heiðar. Reynir að finna eitthvað hann í gegn en Björn nær ekki að taka á móti þessu. Andri gerir það og Kristján setur hann inn á Hilmar. Hilmar setur hann bara í hopnið. Setur inn 7. mark Fjölnis. 6-0 er staðan. Gabriel hérna endar með puckinn úr face-offinu. Pucknum kastar hérna alla leið yfir á Steinar með skotið og Nikita með hann nær að póka hann listilega frá. Kemur hann hérna upp á Don. Don er á ferðinni. Kemur hann hérna inn, Leri Don með skotið og setur hann bara upp. Skorar. Fer bara alveg sjálfur í gegn. Mjög flott hjá Leri Don. Setur inn. Er þetta 7. eða er þetta 8? Ég er bara ekki viss, þetta er orðin svo mörg. 7. sýnist mér með töfluna. Hvort það sé á ég eftir að uppfærast veit ég ekki. En já, Fjölnir ætla ekki að missa takið á þessum leik. Og ætla bara held í eina leglu eins og ég spáði hérna fyrir leikinn. Markmannsskipti hjá Hafnarfirði. Gunnlaugur kemur út af í staðinn fyrir Radek Haas. Alex Kotasek með rosalega fallegan sigur hérna úr þessu face-offi. En Hector nær pucknum á honum. Kemur hann hérna upp á Sölva sem reynir að koma honum áfram og Freyr setur hann hérna aftur niður á Viktor. Yfir Hróar. Aftur á Viktor. Og upp Sölvi. Hérna á Viktor Jan og Viktor Jan aðeins í klandri en setur hann hérna inn. Og þarna flottur Hróar að stoppa þessa stendingu. Og hann ætlar bara að fara strax. Rétt svo missar af þessu Pétur nær að vinna puckinn á honum en þá er Viktor Jan. Þarf að taka þátt í þessum leik. En Gunnlaugur kastar hann niður í æsing.
Styrmir hérna vinnur flottan pökk upp á Heiðar. Styrmir hérna finnur hann aftur á Styrmir. Heiðar, aftur með hann, reynir að koma hann hérna á markið en það gengur ekki. Gunnsteinn kemur hann hérna flotta sendingu upp á Gumma og Gummi nærir honum ekki alveg í gegn en Gabriel ætlar að reyna við hefnina en pökkurinn endar inn í varnarsvæði Hafnarfjarðar. Björn kominn inn á ferðina. Gabriel aftur niður á Björn, inn á markið og Viktor Örn flottur að blokka hann þarna og það er Viggo sem ætlar að fara alla leiðina eða hvað missir hann aðeins þarna og nær honum ennþá. Reynir að finna Emil en ekki gengur það. Steinar þarna, flott stikklift hjá Emil til að vinna þennan pökk. Það er Nikita sem ætlar að taka þátt í þessu play og kemur hann hérna upp á Kristján. Kristján situr hann í klófið og Radek með flotta vörslu kemur hann áfram. Kristján er ekki búinn að nær ekki að gefa Nikita þetta assist hérna. En Kristján reynir aftur, finnur hann á Viggo. Viggo setur hann hérna inn og Emil næstu búinn að grípa hann þarna. Flott move hjá Emil til að koma sér fram með þessu klandri þarna bak við markið. Þá komur hann eitthvað í spil, finnur hann á Leridon sem reynir áfram að koma í spil. Dómur að koma hérna á Hafnfirðinga. Það er powerplay fyrir Fjölnismenn. Það er leikmaður númer 83. Það er Benedikt sem að fær 2 mínútur fyrir slashing. Og hérna er það Leridon sem vinnur þetta face-off. Það ætla að byrja powerplay með puckinn en eða hvað, Robby ætla bara að gefa hann í burtu hérna til Alex. Alex ætlar að eyða tímanum. Reynir að koma að vinna Ómar en það gengur ekki og Jón er komið með hann. Finnur hann á Martin. Martin ætla að taka breakouteira, finnur hann á Leridon. Kemur hann hérna niður. Hendur upp á Hilmari, heldur hann áfram upp á Martin. Hann reynir að koma hérna niður. Á Robba. Leridon. Og reyna að koma hérna yfir á Martin. Martin ekki. Já, pökkurinn nær ekki til hans. Martin vissulega nær pökkunum og kemur hann upp á Robba. Robby fær hann aftur á blái hérna. Tekur skotið Martin en kemur ekki. Gunni kallar á skiptingu og vill fá fyrstu powerplay-línu sinna inn á. Robby kemur hann bara hérna niður, kemur hann í spil fyrir þá. Sendur hann á Kristján. Og Viggo. Reynir að koma hann innan, aftur að Alex nær þessu. Og Norra Björn. Tekur bara slapshotið en Nikita er með hann. Og nú er það Emil Allegard. Sendur hann hérna inn á Kristján og Kristján. Radek með rosalega flotta vörslu en situr hérna á rassinum og nær að stoppa þetta aftur. Ná Fjölnir að taka þessum pökk. Rólega, nei Emil ennþá með harða pressa á sér en Viggo róar þetta kannski aðeins niður. Nei, Styrmir. Mistökin að koma hérna inn hjá Fjölni. Emil kemur hérna niður á Viggo. Á Viktor. Eftir á Viggo. Andra. Niður á Kristján. Á Andra. Aftur niður á Kristján. Það aðeins auka tíma því Benedikt ætlar að fara skiptingu og hendur hann hérna fyrir. Viktor. Setur hérna Emil. 5 á 5. Já, hérna er Emil hreint.
En hann bara sagt að standa upp. Emil fær hérna pökkinn, setur hann hérna inn og reynir að finna eitthvað en Styrmir nær pökknum og kemur á ferðina, finnur hann á Heiðar. Fyrir að spila og tekur eitthvað snú en það endar honum bara í horninu. Kannski þetta. Hróar komið með hann. Kemur hérna á uppleiðinni. Reynir að finna hérna inn, Ómar blokkar hann og Heiðar. Er komin í hann, setur hann hérna inn og Hróar nær hann tilbaka. Aftur er það Ómar sem blokkar og Heiðar aftur komið með hann. Reynir að finna hann inn og nú er það Hektor sem er nær hann frá þessu. Alls Kotasek feldur þarna. Sjá hvort þessi dæmt á það. Nei, þetta var ekki vísvitandi og ekki alveg kannski tripping myndi ég segja en Hróar finnur hérna sendinguna á. Aftur er það, nei nú er það Gabriel í þetta skipti ekki Ómar sem vinnur hérna pökk og Styrmi. Pétur segir með skotið Hektor. Hérna róar þetta niður, finnur hann á Freyr. Freyr með skotið og Radek með vörsluna. Þorvallur setur hann hérna yfir. Pétur kemur hann bara inn. Steinar reynir að taka á móti þessum en það gerist ekki. Hróar kemur hann á Pétur. Pétur reynir að koma hann áfram en sendir hann á. Sá ekki hver þetta var en Gunnsteinn sem er komin inn á ferðina og setur hann á Radek. Radek fær hérna reboundið og setur hann aftur á Gunnsteinn. Drú hérna fyrir fram markið, setur hann á markið og Radek verður þetta. Hafnarfjörður vinnur þetta hérna, kemur honum upp, Andri skýtur bara í blokkið hjá Styrmi. Viktor setur hann á Emil reynir að finna hérna á Kristján aðeins frá því að ná þessum pekki. Komin aðeins og sendast að en kemur hann hérna inn og pökkur skopar og Andri stendur bara kjör en sem betur fyrir Viktor að fylgjast með og nær þessum. Kristján með rosalega flott múf þarna, vissi ekki hvort þetta var reynt eða ekki en við segjum það bara. Emil kom með hann hérna upp á bláu, setur hann bara djúpt. Benedikt reynir að vinna hann tilbaka. Kemur hann hérna upp og Andri pinchar en pökkunur endar hérna alla leið á Hilmari sem ætlar að koma honum bara í góðri uppeyju hérna inn. Andri reynir að vera fyrstur í þennan. Mér sýnist að vera Hafnarfirðingar sem ætla að vinna hann. Já, það er Alex sem vinnur hann út frá þessu. Robby hérna finnur sendingun á Leirdón sem reynir að koma hérna inn en hörðpressa frá Alex Kotasek sem að vinna pökkinn frá honum. Kemur hann inn á Ómar en Ómar með Hilmar í sér og gat ekki tekið þessu pekki. Jón hérna Gotti flottur að spila líka með hann og lefa Ómari bara að taka pökkinn í staðinn en Hilmar vinnur hann út í og Martin kom með hann hérna á fjárvægnum, finnur hann á Leirdón setur hann bara aftur á hann, kemur hann á Robby setur hann bara inn og Radek grípar hann. Ekkert fasta skot sem ég hef séð Robba skjóta en samt vel gripið þarna hjá Radek. Jón hérna með hann, setur hann bara á markið og Radek aftur grípur hann. Mjög flottur markmaður hann Radek. Og önnur flott varsla þarna. Martin hérna með hratt skot út úr feitisóðunni og aftur er pökkunum fyrstur á Radek. Ætlum ekki að fá mikinn spilatíma hérna.
þegar 2 mínútur eftir af öðrum leikhluta. Það var að Hafnarfirðingar sem að vinna hérna, en Robby kemur hann ennþá inn á. Þórhallur sendur hann bara upp á Martin setur hann hérna fyrir, kemur hann upp, Don. Rosalega góð setting á Hilmar náði ekki alveg að klára það. Jón hérna, rétt með sér af þessum, Steinar á ferðinni. Reynir að finna hann hérna inn, kemur hann hérna niður. Andri hérna, niður á Steinar, Kristján, niður á Steinar segi ég. Leridon. Hilmar kemur hann áfram á Martin fann sér eitthvað plás, þessi sending koma aðeins og seint fyrir hans smekk. Björn kemur hann bara alla leiðina djúpt, það ekkert plás nema bara fyrir þetta dropp hérna og pökkurinn enda framjá. Robby, nei ekki Robby, þetta Hróar alveg í ruglunum, en Sölvi hérna fyrstur í hann, reynir að koma á Frey en það Heiðar sem ætlar að vera fyrstur og hérna Björn komin í gegn, Björn setur hann á, bara Nikita með hann í fanginu. Rosalega flott vasslaði þetta Nikita, það var satt ekki viss hvort hann væri með hann en hann liggur hann undir honum, vel gert hjá Nikita. 34 sekundur eftir af leiklutanum. Það Hafnfirðingar sem vinna þetta face-off. Bakkurinn endar hérna upp í netinu og stoppleikur sett aftur upp. Viktor kemur hann hérna á Hróar alla leiðina upp hérna á Freyr nær ekki alveg að taka á móti þessa sendingu. Nær vissulega bökknum, ekki kannski á staðnum sem hann vildi fá hann. Viktor setur hann hérna niður á Hróar með skoti og Radek tekur hann í fangið. 9 sekundur eftir að leiklutanum. Fjölnisstrákarnir sem vinna þetta. Komum hérna niður á Drew, aftur upp á Viktor, komum hérna niður og þá rennur tíminn út. Annar leikluti búinn, 3 mörk, bæst við öll frá Fjölni. 7-0 er staðan.
Let's Play, ég ætla að kommentata á þetta.
Ákomið að loka hluta þessa leiks. Fjölnir Hafnarfjörður. Þetta hefur ekkert verið neitt flókið mál hver að vinna þennan leik. Það er 7-0 fyrir Fjölni. Það eru vissulega Hafnfirðingar sem að vinna þetta face-offið, en þeim er stoppað innkomuna inn í svæðið. Andri hérna eldrar á eftir pöknum og það er Styrmir sem komur hérna inn á Björn. Björn reyna að koma eitthvað á markið en það gengur ekki og Emil Allengard vinnur hann hérna upp. Viggo reyna að koma inn, Emil pikkar hann upp eftir honum og Viktor setur hann djúpt. Þannig er Björn í honum og reynir að koma eitthvað áfram en það er bara Emil sem tekur á mótorum og þarna er Styrmir kominn einn á móti marki og hann Nikita fer í dífuna og verða þannig. Viktor setur hann bara í æsing en þetta var svakaleg varsla þarna hjá Nikita, mjög vel gert og hann er glaður með sig.
þá það Fjölnismenn sem að vinna hann hérna inn í sínu einu svæði og Emil kastar hann hérna út á Leiridal sem að setur hann bara áfram niður. Önnur lína Fjölnis komin inn á. Martin ætlar að byrja pressuna. Hættir að lokum við því hann komin alltaf langt en það Kotasek sem komin hérna fram hjá þeim öllum. Kemur hann hérna niður á Pétur með skoti og Nikita Verda. Martin setur hann bara allan niður og það aftur æsing. Fjölnismenn ætla að byrja þessa periódu eitthvað hægar heldur en að hafa verið að spila og Hafnarfirðingar bara eru að nálgast á en ennþá risastórt bíl til að brúa hérna 7-0. Nei, ég held að Fjölnismenn eiga alveg skilað að slaka hans á en það þýðir ekki að þeir munu gera það. Jón hérna. Setur hann upp Martin inn í miðjuna á Don kemur hann hérna upp. Kemur hann hérna niður, reynir að finna hann Martin en það blokkað af honum. Bökurinn kastast hérna alla leiðina niður. Og æsing hérna. 3 æsing. Núna á tæplega 2 mínútur liðnar og 3 æsing komin strax. Fjölnismenn greinilega að reyna að tefja eitthvað en sömuleiðis Hafnarfirðingar að reyna að koma út. Og snemma hana. Já, Kristjáni. Nei, þetta var ekki Kristján. Andri. Þetta skipti var ekki of snemma. Það Robbi hérna sem að keyrir niður til að vinna hann eitthvað. Reynir að finna Leiridon sem finnur Hilmar og Radek. Radek búinn að fá mark á sig? Ekki spyrja mig, ég veit það ekki en ég held að það sé ekki. Ég held að Radek sé búinn að vera markalaus í þessum leik þrátt fyrir 7-0 og Gunnlaugur sem byrjaði þennan leikinn á en ég ætla ekki að dæma hann neitt, hann stóð sig vel í markinu en það var bara rosalega góð pressa þarna hjá Fjölnismönnum. Sölvi setur hann djúpt og Radek ætlar að taka á mótunum og reyna að koma honum hérna upp. Freyr reyna að taka eitthvað hana. Viktor Jan niður á Freyr. Dettur eitthvað aðeins þarna, kemur honum áfram niður. Og Hróar heldur honum inni. Freyr. Það honum ekki. Upp á Viktor Jan með skoti og hann endar inni. Sýndist að fara hann af kilvunni hjá Hektori. 8-0 er staðan eftir þetta mark. Nei, þetta var Hróar sem að setja hann inn. Flott skot hann hjá Viktor Jan sem setur hann bara finnur kilvuna í staðan fyrir að reyna að finna markið. Var með mann fyrir. Þetta var mjög flott hjá honum. Einar setur hann hérna á Alex Kotasek og finnur hann upp í Pétur setur hann í klofið á Viktor en Viktor kemur hann samt út. Pétur setur hann niður, fær hann aftur, kemur hann hérna í miðjuna og first sending fyrir Alex og pökkurinn endar hjá Viktor Jan sem ætlar að fara sjálfur. 1-2. Kemst fram hjá fyrsta en seinni stoppar hann og Einar fær pökkinn út frá því. Drú finnur hann hérna yfir á Freyr og Freyr tekur tótdraggið og snýr bara tilbaka. Andri kemur á flegi í ferðinni. Finnur hann hérna inn og tekur bara skotið. Radek fær hann öxluna og ver. Það eru Fjölnismenn sem að vinna fyrst og við. Viktor tekur hérna skotið og flott blokk hjá Andra en Fjölnismenn halda leiknum áfram. Benedikt reynir að
skjóta hann minna upp. En Viktor heldur hann minni og Gummi með harða pressu í sér, 3 menn en heldur einhvern pöknum og finnur hann á Gunna. Viktor með skotið, aftur það blokkað. Og þarna fyrir pökkurinn framjá, Gabriel setur hann á markið og fer framjá. Gummi. Á Andra, Andri, yfir á Viktor. Á Andra. Andri kemst í gegn, brýst hérna áfram, er komin á leiðina og missir enda til Heiðar. Viktor með hann. Setur hérna á Kristján Albert kemur hann í gegn en er felldur niður. Flott hitt þarna. Emil snýr sér nokkra hringi, svo einu með lagið og þarna er pökkurinn ennþá laus. Radek einhvern veginn finnur hann hana. Endar út í búðanum hjá honum. Mjög flott spil hjá Emil. Enda í mjög hættulegri stöðu fyrir Hafnfirðingana en markið kom ekki. Pétri sagt hérna að skipta við Viktor. Greinilega var þetta ólokkur tími og Sindra líkaði það ekki. Það er Viggo sem vinnur face-offið upp hérna á Viktor. Viktor með skotið og endar hann niðri. Viktor fær aftur pökkinn, setur hann niður á Emil. Emil dettur eitthvað aðeins. Þeir eru komin hérna upp og þeir eru komnir í gegn. Alex Kotasek fyrir hann á Pétur. Pétur með skotið og Nikita Vereta. Emil setur hann hérna niður og Andri tekur á mótorum. Martin sem að hringsólar hérna og kemur hann að lok á Robba sem er í harri pressu og Styrmir ætlar að reyna að finna pökkinn á honum en Robbi kemur honum áfram. Pökknum kastað hérna djúpt niður í varnarsvæði Fjölnis og Jón Albert tekur á móti. Hilmar fær hann, kastar honum yfir á Robba, setur hann áfram upp á Martin sem hann í sér og Benedikt stöðvar að Styrmir hérna. Reynir að koma honum inn og gerir það. Listi vel. Hilmar. Á uppleiðinni. Setur hann á Martin. Martin við skotið og kastar þarna upp og yfir. Flott blokk hann hjá Martin rétt svo tapar á pökkinn og sem gerir Jóni kleift að ná þessari sendingu. Samt eru Hafnarfirðingar ekki hættir og eru komin hérna djúpt en Leiridon vinnur þennan pökk og er komin bara inn í varnarsvæði Hafnarfjarðar. Tekur tótækið, tekur skotið. Radek verið það annað en flott rebound og Fjölnir er komin aftur inn í spilið. Gabriel. Þeir eru að koma hérna niður en pökkinn endar ekki það sem hann vill. Þegar Kristján Róar er með hann. Og sendingin annað frá Sölva, ekki nógu góð. Við fáum æsing. Viktor er hann hérna. Setur hann á Hilmar. Hilmar reynir að koma hann á Hróa. Hektor hérna, Hektor. Kemur hann á Radek. Veran.
og Einar vinnur hérna face-offið. Pakkurinn kemur hérna yfir á Andra, Andri setur hann aftur djúpt. Einar þarna með hann, Einar kemur hann á Pétur, aftur niður á Einar og yfir. Hafnfirðingar ætla ekki að koma út nema þarna og þeir setja hann beint á Andra. Andri setur hann aftur niður. Sölvi heldur brenni. Ómar kemur hann yfir á Einar, Einar reyna að koma hérna upp á Pétur en Viktor Örn er fyrir. Andri setur hann á Gumma, Gummi á Drú komin í gegn, Drú fær dóm á sig. Hooking dæmt á Björn. 12 mínútur eftir af þessum leik, 8-0 fyrir Fjölni og þeir geta bætt enn við sig með þessu powerplay. Bakkurinn endar í horninu og það er Kristján Albrecht sem ætlar að vera fyrstur. Kemur hann hérna upp á Andra, Andri setur hann inn og Viktor Örn er á markinu en flýgur hann eitthvað raskandi. Andri. Kemur hann hérna inn og bakkurinn kastað lengra. Kristján setur hann hérna niður og Emil og Kristján rétt missir af þessari sendingu. Það var Hafnfirðingarnir sem komum hérna upp á Heiðar. Viggo vinnur hann, finnur Viktor upp á Andra sem er að koma hérna eitthvað dýpra en Gabriel undan með hann og honum hent niður. Don leikur sér hérna að Andra en Andri ætlar ekki að fá neitt að því og kastar hann bara út og sömuleiðis gerir hann það sama við Jón og þarna en hann fær tripping fyrir hann Andri. Hann ætlar eitthvað að reyna að mótmæla því en Sindri tekur því, getur mála 2 mínútur fyrir tripping dæmdar á Björn. Tveir eru í bóksinu, Björn og Andri. Þetta var Andri sem var á þetta, ég sagði oft Björn. 43 sekúndur í 5-3. Jón fær pökkinn, setur hann upp á Robba og Martin. Setur á Robba. Martin, Robby. Pökkinn endar hann á markinu, á Martin, Robby. Martin. Hilmar. Aftur Martin, senda hann í kringu á, finnur Leridon og Robba, Hilmar. Og Jón næstuði búinn að tippa hann hann inn en Martin fær hann. Þannig missir Ómar hann. Nei, nær Ómar honum að því að Martin missar hann. Björn er með hann. Setur hann bara niður. Þórhall. Og kemur hann hérna og kastast upp. Nú er það 5-4 í mínútu. Og Viggo sem ætlar að byrja á því að standa þess fyrir aftan markið. Start okkur rólega hérna. Viggo, finnur Emil. Emil hérna setur hann bara á markið. Og Högnum kastar þetta lengst út. Viggo tekur skotið og setur hann bara alla leiðina upp.
30 sekúndur eftir af powerplayinu. Viggó vinnur þetta face-off en hann fer aðeins svo langt. Kristján Albert nær þó að pikka hann upp og setja hann yfir á andra. Svona finnur Emil. Það hann ekki alveg, setur hann inn á Kristján Albert. Flott sending hérna hjá Emil. Emil. Andra eftir með Viggó. Upp á Emil. Og ekki heppnast þessi sending. Andri er þá kominn inn á. Viggó með hann. Stígur honum hérna inn. Tökum á skoti og hann fer yfir Pétur. Reynar að koma honum út en Kristján Hróar heldur honum þar inni. Sölvi með ekkert svo æskilega sendingu á Alex Kotasek. Pétur kominn í gegn. Reyna eitthvað að senda á milli en Pétur endar aftur með hann hérna inn í horninu. Komum upp á Gabriel. Gabriel setur hann aftur niður. Pétur kemur hann inn á markið. Ná ekki að klára þetta annað. Sindri næstu búinn að fá hann í sig. Fekk eitthvað í sig. Sýnist það var Kilónas Bjarnar óvart. Nikita ætlar bara að frysta spilið. Viggó tjekkar á Sindra og virðist vera allt í lagi með hann. 8 mínútur eftir af þessum þriðja og seinasta leikluta. Staðan er 8-0 fyrir Fjölni. Nú ætlum að stilla okkur upp hérna í varnarsvæði Fjölnis. Viktor setur hérna á Hróar sem að reynir að dömpa honum hérna alla leið á Sölva en dömpið ekki nógu fast. Hafnarfjörður ætlar að reyna að koma hérna í gegn en Hróar stígur upp og tekur hann baka. Kemur hann hérna fram hjá fyrsta. Snýr sig og dettur. Skerping ekki að gefa sig hérna og Kristján setur bara pökkinn út. Hector. Drómar hann á Viktor. Hann gefur Pétur hann og Pétur skautar hann hérna eitthvað í gegn. Snýr sig bara við. Hefur engan til að senda á. Engin með honum. Missar hann fram markið. Gunnsteinn reynir að koma með eitthvað hérna upp. En Ómar reddar með hann niður hérna í horninu. Flott sækul hérna hjá Hafnarfirðingum en betri vörn hjá Fjölnismönnum. Þeir eru ekki að leyfa þeim að komast neitt í gegn. Og Andri kominn hérna. 3-1. Það kemst fram hjá manninu, setur hann á Radek. Drú með hann en nær ekki að setja hann inn. Nær ekki að klára þetta. Hefði getað verið yndislegt rebound fyrir Drú. Við fáum æsing og við stillum okkur upp í varnarsvæði Hafnarfjarðar. Hérna er það einhver sem vinnur þetta, Benedikt sem fær hennan hérna upp á styrmir en Kristján Albert er kominn í gegn og vinnur hann. Viggó setur hann hérna á Emil. Emil dansar í kringum einhverja nokkra menn og reynir sendingarna hérna á Viggó. Hittir ekki alveg á blaðið. Viggó reynir sömuleiðis sendingarna tilbaka en hún var blokkuð af styrmi hérna. Viggó með hana, setur hann upp á Emil á Kristján Albert. Kristján Albert reynir að koma hérna skemmtilega í gegnum klófið en ekki gengur það upp. Benedikt setur hann bara út og reynir að finna styrminn en pökkur fyrir æsing. Og aftur stillum við okkur upp í varnarsvæði Hafnfirðinga. Þeir virðast vera ansi þreyttir.
Það er að Martin sem endar með puckinu á þessu face-offi og Viktor Jan ætlar bara að setja niður. Puckinu endar hérna hjá Hilmari. Hann kemur hann upp á Viktor Jan, yfir á Hróar. Hróar með gott skot þarna. Kastast frá en Styrmir nær frákastinu. Setur hann hérna á Heiðar og Heiðar setur bara niður á Viktor Jan. Svo setur hann lengra niður á Hróar. Viktor missir aðeins á honum en Hróar bætir upp fyrir það. Björn Leiridón setur hann bara hérna inn. Hérna Hilmar næstu búinn að setja hann inn í markið en hann fyrir framjá. Setur hann aftur hérna Martin og næstu Hilmar með tippið. Það gekk ekki þarna. Hróar reynir að vinna hann hérna frá. Leiridón reynir að koma ennþá lengra frá. Pétur nær pucknum og Nikita verið þennan. Hróar setur hann upp á Hector sem lendir með Gabriel beint í sér en það skiptir hann ekki engu máli. Hann kemst samt í gegn og nær skot á markið. Alex Kotasek hérna Þórhallur með skotið og það er blokkað. Kemur hérna fyrir framann og Andri reynir að setja hann hérna inn. Sölvi með hann í horninu. Kastar hann hérna upp á Frey. Frey kemur hann hérna í gegn. Aftur á Sölva en Andri vinnur hann og reynir að koma hann aftur. Hector tekur hann. Finnur Viktor. Viktor Örn með sendinguna upp á Andra. Andri, liðlega sendingu á Andra. Andra í Hafnarfirði. Það sem sendingin endar. Eitthvað að vera að veslast þarna með battan, Sindri eitthvað óánægður með hann. Penni og Gunnsteinn eitthvað að fíblast þarna líka með mér sýnist glerið þarna á battanum vera komið í lag nokkurn veginn. Tæpar 4 mínútur eftir af þessum líklegast seinasta leikluta. Ég býst ekki við 8 mörkum frá Hafnarfirði á þessum tíma. Ég ætla ekki að segja, aldrei að segja aldrei en ég ætla að telja það frekar ólíklegt. Myndi allavega ekki veðja á það. Hafnfirðingarnir myndu ná hérna 8 en Nikita með rosalega góða vörslu til að stoppa þetta sem kemur beint úr face-offinu. Aftur stilla okkur upp. Og í þetta skipti eru Fjölnismenn sem að vinna hérna face-offið. Puckurinn skoppar hérna upp að Gunnsteini sem setur hann aftur niður á Viktor. Svo kemur hann aftur hérna upp á Gunnstein og Gunnstein kemur hann bara hérna niður. Reynir að finna Andra en skoppar eitthvað lélega af markinu þarna. Benedikt vinnur hérna og setur hann á markið. Nikita flottur að verja hann þarna frá. Heiðar setur hann niður á Ómar. Ómar kemur á Heiðar en endar hérna í miðjunni og Andri er kominn á fleyferðina. Setur hann hérna á Radek Veran framhjá. Næra Heiðar. Hún kemur hérna inn og puckurinn endar bak við markið. Viktor Örn með hann. Viggo Gummi.
Viggo. Gummi reynir að finna Viggo aftur, gengur ekki. Emil. Kemur hún með hérna inn. Reynir að taka eitthvað flott múf þarna en rétt svo missir hann. Þarna er Alex Kotasek búinn að vinna sig alveg í gegn. Finnur Pétur með skotið og Nikita ver þetta listilega. Kristján Albert reyna að koma með út. Alex Kotasek. Finnur hann Þórhall með skotið og Nikita ver hann framhjá. Það er Gabriel sem setur hann niður og Pétur tekur á móti. Pétur ætlar að fara upp en missir hann. Kristján Albert góður og vinnur hann tilbaka og setur hann djúpt. Hilmar með rosalega góða pressu þarna. Þótt að pökkurinn endi ennþá hjá Hafnfirðingum þá er smá truflun þarna á powerplayinu og hann heldur pressun áfram og vinnur hann. Setur hann á markið og Leiridóni með skotið. Hafnfirðingar þurfa að kasta pökknum hingað. Robby bakum markið. Finnur hann upp á Martin á Leiridón. Það taka hann hérna gegnum labundar á sér. Upp á Martin. Á Hróar með skotið og varið hann hjá Radek. Einar. Við finna pakkir hérna styrka ára en styrmir en það gengur ekki. Hróar bakum markið. Pakkum kasta hérna alla leiðina upp. Á Gunnlaug. Þorvaldur setur hann upp á Alex. Reynir að koma hérna gegn en stoppar á bláu. Aftur niður Þórhall. Þórhall með bara skotið frá rauðlínunni. Það fer ekki inn. Og Sölvi póka pökkinn út. Þórhall aftur komið með hann. Setur hann hérna yfir og kemur hann inn. Og þá er það Hector hérna sem reynir að vinna hann. Pétur nær af honum. Pétur með skotið og Andri blokkar hann en virðist að hann fengi hann eitthvað sem hann vildi ekki. 10 sekúndur eftir. Og Viktor Jan kemur hann hérna á Andra. Aftur á Viktor Jan. Leiknum er lokið. Klárum þetta bara í smá chili hérna. Svona fór leikurinn. 4-0 fyrsti leikluti, 7-0 annar leikluti, 8-0 fyrir Fjölni í þessum leik. Vel gert.